hér. Við sögu koma Benvenuto Scampi. Hann minnir margt á Nick. Hann einstaklega handlaginn og notfærir sér það í glæpsamlegum tilgangi. Carmen de la Pesetas. Hún á lúxusvillu, glás af glingri og afar skapmikil. Gaston de la Galée á listisnekkju og skuggalega fortíð. Laura Sontel á aðeins hasarkropp og dreymir frægð og frama undir nafninu Lóri. Og þetta Egon Pfiff. Hann með kláran koll fullan af snjallræðum. Saga okkar gerist í glaða sólskini á heiðríkjuströndinni. Hér allt með alþjóðabrag. Hér brosir heimurinn því hér skortir ekki fé. Á baðströndinni finna gæfumenn allt sem hugurinn girnist og sjá má mörg þekkt andlit. Allir eru í sólskinsskapi. Þetta andlit enn óþekkt. Þetta Laura. Hana dreymir frægð á hvíta tjaldinu en bíður þess að vera uppgötuð. Þá uppgötvar hún nokkuð. Kvikmyndatökulið að störfum. Hérna uppi á svölum glæsihótelsins eyðir Nick langþráðu fríi sínu. Þá rumskar 7. skilningarvitans og ofurnef. Það liggur eitthvað glæpsamlegt í loftinu. Hvað á seiði? Gervileikstjórinn Benvenuto biður gestina á kaffiverundinni að taka þátt í sjónvarpsglæp. Egon kvikmyndatökumaður þykist leita að góðu sjónarhorni. Hann finnur það brátt. Laura sprangar fyrir framan kvikmyndavélina til að sýna hæfileika sína. En Benvenuto þykir hún truflandi og biður hann að setjast. Grunnsemdir vakna hjá Nick. Arnar augu hans sjá að myndavélin gabb úr tré og pappa. En gimsteinarnir hennar Carmenar eru ekki úr pappa og ekkert gabb. Benvenuto hefur mikinn áhuga á þeim. Gaston þykist vera kvikmyndaframleiðandi og vekur þannig áhuga Lóru. Benvenuto segir leikurnum til og snýr höfði Carmenar til betri vegar. Hún má ekki hreyfa sig. Fullkomið. Eitthvað þarf að laga jakkan á þessum, halda höfðinu kyrru, aðeins þreifað á dömunni og nú allt til reiðu. Eða nú öllu lokið. Carmen situr gagntekin en svo bregður henni í brún. Skartgripirnir eru horfnir. Nick heyrir skelfingarvein. Kvikmyndabíllinn brunar burt og ályktun ránsbrella. Þar hitt hann naglan á höfuðið. Nick tekur að sér eftirföruna. Hann tekst á loft. Handleggur hans flugskrúfa. En þá gefst regnhlífin upp. Lending Nicks kemur óvart eins og sjá má. Laura þekkir bílnúmerinn og andlitin. Gaston þykist alsaklaus og býðst til að taka þátt í eltingaleiknum. Þetta nýjasta gerð af breskum Amfikar. Þegar bóarnir eru komnir úr augsýn stöðva þeir bílinn og dulbúa hann sem blómasendibíl. Beltið sem Gaston spennir Lóru býr yfir leyndardómi. Því má læsa. Nick fjarlægir þessa loftmótstöðu og þá getur eltingaleikurinn hafist. En þá fyrir bíllinn að hiksta. Vatn í vélinni, segir Gaston. Nick ákveður að taka á sprett. Hann kemst á 60 km hraða. Laura ætlar út en Gaston segir að hún fari ekki fet. Hún veit of mikið. Aldrei hefur nokkur sagt við Lóru að hún vissi of mikið. Gaston kallar til sendibílsins og segir Benvenuto að Nick sé á hælum hans. Leyfðu honum að koma nærri og gaktu svo frá honum. Laura felmtri slegin. Þú ert ekki kvikmyndaframleiðandi, heldur bófi. Laura veit enn ekki hvað þeir eru líkir. Nick á endasprettinum en veit því miður ekki að hans beðið.
Benvenuto skipað að aka aftur til glæsihótelsins. En klútur vættur í klóróformi og kjaftsögg þagga niður í Nick. Skömmu seinna spyrst Gaston fyrir líðan Nicks. Nick vel geymdur. Það má með sanni segja. Farið með Nick meðvindundalausan og fastan eins og í skrústykki. Setjið bílinn í bílaflutningalest. 10 mínútum síðar eru þeir búnir að koma bílnum sem Nick klemdur í fyrir á bílaflutningavagni. Lestarvörðurinn fátækur barnakall og því ginnkeyptur fyrir mútum. Þá hringir síminn. Gaston spyr hvernig gangi. Vel. Hann býður félaga sinna við flóan þar sem snekkjan liggur fyrir akkerum. Til öryggis slítur Benvenuto snúruna. Og nú Nick á leið til Mílanó. Brautin liggur fagurt landslag en Nick ekki beint í ástandi til að njóta þess. Á þessum flóa eru þrjótarnir á leið til snekkjunar. Þá fær Egon snjalla hugmynd enn eitt rán. Lestin þýtur áfram stundum saman. Það komið nótt. Og loks rankar Nick við sér. Hann þegar með á nótunum. Það komið miðnætti. Stjörnurnar leiftra á dimmbláum himninum yfir heiðskíru strönd. En fegur skína demantarnir á höfði og hálsi þessarar dömu sem á leið heim úr samkvæmi. Hótelþjónninn kemur kunnuglega fyrir sjónir. Þetta Egon sem áður var kvikmyndatökumaður. Frúin lætur næturvörðin fá demantana svo þeir verið geymdir í öryggishólfi hótelsins. Næturvörðurinn engin annar en Gaston með gerviskegg og gleraugu og þarna Benvenuto sem þjónn. En hvar starfsfólk hótelsins? Bak við þessar dyr. Næturvaktinni var pakkað inn í hótelþvott og lokuð inni. Enn kemur gestur á vettvang. Þetta hinn kunni skartgripasali Eirdal. Hann biður líka geymslu. Hann með skartgripaskrín fullt af verðmætum. Benvenuto fylgir Eirdal að lyftunni. Þú með ösku á öxlinni, segir hann. Má ég þurrka hann af? Það sem þurrkast burt auðvitað seðlaveski Eirdals. Ósvikinn bandarískur kvikmyndaframleiðandi, Sammy að nafni, þarf ekkert að geyma í hólfinu. Seðlaveski hans og skartgripum konunnar var stolið fyrr daginn eins og við sáum. Sammy spaugari og lofar hugmyndaflug þrjótarna. Egon stendur fyrir utan, en hver kemur þar? Nick eftir frekar erfiða ferð. Bílstjórinn vill ógjarnan gefa tilbaka og Nick verður að bíða lengi eftir smápeningunum. Gaston vinnst ráðrúm til að stinga af. Ályktun? Hér ekki allt með feldu. Hann heyrir stunur úr geymslunni. Nick leysir þjóninn úr prísundinni. Þeir fóru út bakdyrnar fyrir hálfri mínútu. Hann má engan tíma missa. Bóarnir á braut. En Nick kemur auga á næstum ósýnileg för og ályktar hvaða bíll var á ferð. Og í förunum uppgötvar Nick fleiri vísbendingar. Dropa af sjó með angan sem aðeins finnst í einum flóa. Þar sökk snekkja ilmvatnsframleiðanda fyrir 2 dögum. 5 mínútum síðar Nick við flóan. Sér sjóbílinn á snekkjunu og sultufötu í sandinum. Borð vel heppnuðum demantaveiðum fagnað. Benvenuto hneykslaður á öllu því sem fleygt í baðvatnið hans, eins og þessi sultufata. Hann ætlar að sökkva henni með nokkrum skotum. Nick var falinn í fötunni og hafði borað á hana gæjugött. Mark! Hrópar Benvenuto. Fatan horfin og nú kemur Nick upp á yfirborðið. Þrjótarnir standa í stafni og telja afrakstur erfiði síns. Nick hnýtir snöru. 3 í 1. Umbúðir skipta öllu máli eins og í auglýsingum. Það ómögulegt að komast hjá því að fangast af Nick eins og Laura finnur.
Næsta morgun, þegar Sammy kvikmyndaframleiðandi les eftirferðandi tilkynningu, fær hann snjalla hugmynd. Virðulegir hótelgestir eru beðnir að sækja gripi þá sem þeir geymdu í öryggishólfi hótelsins borð í snekkjuna La Galère. Skömmu seinna bíða fórnarlömbin þess að endurheimta verðmæti sín. Sammy hugsar með hrifningu hugmynd sína að nýrri, sannsögulegri kvikmynd. Allir fá eitthvað við sitt hæfi. Benvenuto leikur fingralangan þrjót. Begon Klári skrifar handritið. Laura fær aðal kvenhlutverkið. Gaston verður framkvæmdastjóri. En hver leikur Nick Knatterton? Nú, auðvitað Nick sjálfur. Alvöru kvikmyndalið hefst handa næsta dag, með sæg tæknimanna og í hinu rétta umhverfi. Allt á að líta eðlilega út. Ótrúlegt stökk Nicks, ævintýralegur eltingaleikurinn meðfram ströndinni og snöruatriði Nicks. Heiti myndarinnar hefur verið ákveðið: Glæponar, gellur og glæsi hótel. Á ströndinni margt gellur þegar myndatakan hefst, en útsendarar alþjóðlegra glæparhinga eru til trafala. En það önnur saga. Fylgist bara með næsta sjónvarpsþætti Nick Knatterton.